Pissivina þinua, uppvæða atsræðra, pussivina fullraut, eitthvað snemnara pissivina. Já, hörðu, verið velkomin í Ljóðamál á Almannafari. Ég var víst alltaf að flýta mér hérna og hlaupum síðasta þætti, þannig ég steinglemdi mínum skildum að kynna mína uppáhaldsljóðabók, en minnst átt eina af þeim, meðan Sprengjurnar falla, sem að Helgafell gaf út og þetta er sem sagt safn ljóðaþýðinga eftir Magnús Ásgeirsson og þann magnaða þýðanda og ég man bara þegar ég keypti bókina og kom með hana í svona litlu kjallarahólna sem ég leiði þá með meðleiðanda mínum og sem var annar ljóðskáld og við vorum svona umkringdir, þú veist, bankamönnum, útrásarvíkingum og þú veist, þetta var örugglega svona topp 5 ríkustu menn Íslands og svo við fátæku ljóðskáldin og síðan kom ég hana og las upp þetta magnaða ljóð hans Arnulf Överland fyrir meðleiðandann sem að, við skulum bara taka byrjun af hérna. Þú mátt ekki sofa, heitir það. Ég vaknaði móttu við uggvannan draum. Óm af rómi ég heyrði berast, lágum kliði sem lagðan straum. Og ég leit með andfælum. Hvað er að gerast? Þú mátt ekki sofa, þú mátt ekki sofa. Og það var skiljanlega mjög yndislegt að vakna alltaf upp við þennan morgunritúal okkar. Algjör draumur að vera meðleiðandi þinn, sem sagt. Ég er að taka þetta upp aftur, þannig að bara núverandi meðleiðandir geta bara búist við einhverju skemmtilegu í fyrramálið. En já, þetta ljóð var samið, þetta er samið 1936 og þetta er svona pínu svo upptaktur af heimsstyrjöldinni. Þetta liggur í loftinu að það er eitthvað ástand að fara að gerast og er alveg svona magnað hvernig hann lýsir því. Vá, klikka. Þessum norðmenn kunna greinilega semja ljóð. Já, og Magnús, hann kunna þýða þau. Já. Eins og raunar barnabarnans, Sölvi Björn, sem að er einmitt ötull ljóðaþýðandi sjálfur og líka magnaður rithöfundur. Já, og af öðrum mögnuðum rithöfundum. Það er því næst á dagskrá er hún Ásta Fanney, en hún er skáld og listakona, hefur gefið út bókverkið Kaos Lexikon og ljóðabækurnar Herra Hjúkket og Eilíðar Nón. Eða Forever Noon, eins og hún heitir á ensku. Eða jafnvel Evighet, eins og Svíanakallana. Svo líka vantarleg þýsk þýðing líka. Ég fann einmitt blogg þýska þýðandans, hans Wolfgang Schiffers. Og hann er alveg bara mjög öflugur í að fjalla íslenska ljóðlist á þýsku. Þannig að ef þið eru sleip í þýsku eða tölvuforritum sem að geta hjálpað ykkur, þá bara mæli ég sérstaklega með því að tjekka það. Na, sicher. En hún Ásta hlaut ljóðstaf Jóns úr vör fyrir nokkrum árum, sem er, já, eins og menn vita, töluvert vígalegri og betri að öllu leyti heldur en ljóðstafur, eða hvað segir? Tímabundin ljóðstafur, ljóðmála. Neyðarljóðstafur. Það var það. Já. En Ásta er allt múli manneskja í listum. Verk sín ýmist í myndlist, tónlist, já, eða auðvitað ritlist og blandar saman ýmsum miðlum, svo sem gjörningum og vídeó. Hún vann til dæmis við það að draga frá og fyrir sýningatjald í Luxemburg á sýningu þar. Hún var vist líka eitthvað að syngja í sýningunni en hún skilst mér bara sérstaklega eftir þessu sýningatjaldsjobi. Þannig að þetta var svo fallið metafóri fyrir ljóðlistina, ýmist að sýna og hylja til skiptis. Og svo var hún líka eitthvað að sýna í Liechtenstein. Þannig að ég hef hana grunað að vera eitthvað að vinna bak við tjöldin að einhvers konar smáþjóðleikum listamanna, sko. Jú, en í heil 5 ár einbeitti hún sér að ósýnilegri list. Hún sem sagt las upp ljóðin sín bara einu sinni og svo henti hún þeim eða brendi þau eða hreinlega bara týndi þeim. Hún viðurkennir reyndar að það hefur nú yfirleitt verið raunin að hún týndi þeim bara. Man ætla alltaf að týna þessum ljóðum, sko, stórhættulegt. Bara dettur á vasanum og svona, sko. En þetta var vist á Frakklandsárnum, bjó í Marseille þannig, hún Ásta,
og þannig að bara, við þurfum bara að hafa samband við Interpol og alla helstu bókmyndafræðinga frakka og bara að finna þessa týndu ljóðabókina Ástu. Að gera, en hún vildi sérstaklega koma því á framfæri að hún kann enga aulabrandara. Fjandinn, við þurfum þá bara að sjá þá, áfram. Það er glöðu geði. Það verið duglega hingað til vonandi. En það er Hallur Örn Árnason sem að sér myndbandið með Ástu. Þau vinna það saman, þannig að gjörum svo vel. Hér kemur Ásta Fanney og við æfum nokkra velvalda aulabrandara með hann. Kynna mig eða? Nei. Halló, ég heiti Ásta Fanney. Að vera einhver manneskja frá munninum beint inn í eitthvað upprunalega var bara eitthvað munnlega geymt. Bara heima þar í mörgum þúsund ár. Já, eða allt mann. Blómakafla, það er blómakafla í bókinni. Já, ok. Ok, þá gerum það. Jú. Já, já. Bara með svipaðan ramma. Kannski getum við þá bara tekið upp að ég er að labba þangað. Svo sé ekki eitthvað svona ding, ding. Eins og það sé eitthvað svona trikk eða eitthvað. Eða hvað? Eða langar að gera það? Jú, það er mjög góð hugmynd, gerum það. Ok, er ég að fara? Nei. Og áfram hér? Ok. Var ég? Ó nei, það haldi allir að ég sé eitthvað með þessi gleru. Ok, getum við ekki tekið svona gladiator skot? Haft bara ljóð yfir því gett lengi. Það er mjög skrítið. Kannski að fyrir aftan með elda með. Er það ekki eitthvað svona gladiator? Þú slappar á móti kamerunni. Já, og svo kemur skotið og svo bara höndin. Nema, það er stýrir allt annað, skilur að lappa.
móti eða, þú veist, Á eftir. á eftir, skilur. Já. Mér finnst eiginlega, ég vil eiginlega að frekar eftir. Ég vil Skulum við bara, Já. skulum við bara taka einn svolítið, byrja svolítið í og hérna, og svo minkar þegar við lappar inn í ramma, svo kemur bara rennandi blöð tilbaka og tegur klósið. Ha, ok. Þannig að við förum þá, finnum hérna einhvern stað, Ok. ætlar að lesa ljóð á meðan. Ég veit ekki. Já. Þá myndir þú bara byrja hér, ekki fara af stað þegar ég segi. Finna einhverja leið hérna, og þú stekkur að vera vinnandi. Ok. Og hérna, við verðum hér, tökum vík og svo tökum við svona klós, sérstaklega þetta. Tökum við klós, gladiatorskotið. Já. Já. Er þið ekki alltaf mig? Nei. Þá myndir þú bara lesa og minka þegar þú lappar inn. Er það ekki? Hvernig gerðu það fyrir? Nei, býtu eitt. Stoppaðu Ok. og tökum bara slow-mo. Bara 120 ramma, bara ógeðslega slow. Cool. Eða ekki? Já. Herru, hvað sagði fíllinn við gerfuglinn? Ég veit það ekki, ég var ekki á staðnum. Das Flugzeug landet in Keflavík. Já. Já, við lofum þess að æfa augalabrandara á meðan að Ásta læsi. Já, má deilum það hvernig það gekk, svo sem. Fyrir réttan markkóp þá er þetta alveg skothelt sko. Ok. Mjög þröngur markkópur, það er cirka bát þeir sem að voru útskrifaðir Menntaskólanum á Akureyri undir lok síðustu aldar. Eða kannski einhverju fleiru sem að voru með sömu þýskubók. Sem minna að veri þýska fyrir þig, 1, 2 og 3 kannski. Við vorum allan með þýsku fyrir þig 1 í MH þegar ég var þar. Já. Samt, já, ég náði samt ekki alveg að tengja. En við ætlum núna að einbeita okkur að skáldum en ekki þýsku námskeiðum. Svo við bregðum okkur norður yfir heiðar og fáum hann Kára Liljandal til að taka upp nokkur fleiri Akureyraskáld fyrir okkur. Mikið rétt. Næstur á skjáin er Vilhjálmur Bragason, vandræðaskáld með mér. Hann var einmitt í MA og var með inspektorskóla í veturinn 2007-2008. Rétt fyrir hrun, ég veit ekki hvað það var eitthvað tilvílin eða ekki. En ég veit ekki heldur hvort það var búið að breyta þýskubókunum þegar hann var. Nei, það er spurning. En hann gaf allavega út sína fyrstu ljóðabók í sömu ritröð og Arnar Már. Í pastelritröðinni sem sagt. Já, og þar erum við hérna á baku mig, hlið við hlið. Hún ber heitið Ritsafn 2. En ekki láta blekka ykkur, þetta er svona eins og Star Wars sem byrjaði eins og menn vita á 4. Svo ættum við ekki með þeirri lógík að búast við Ritsafni 1 eftir svona 20 ár. Ég er bara bíðspenntur. En Vilhjálmur er menntaður í leiklist og bókmenntum frá London og hefur unnið mikið við leikhús allagötu síðan, hvort sem er sem höfundur, leikari eða sem tónlistarmaður. Svo er hann annar helmingur vandræðaskáldanna með Cecilíu Ólafsdóttur og saman hafa þeir sungið og leikið víða, komið til dæmis við sögu áramótanans RÚV núna fyrir áramótin og hafa unnið saman leikverkaborðið Galdragáttin og Þjóðsagan sem gleymdist
útför, saga ambáttar og skattsveikara og vegafólk. Já, og margt fleira. Þetta er nú bara brot af því. Eins og til dæmis var hann í leikritinu Fullorðinn á síðasta leikári sem að hann samdi ásamt leikhópnum. En núna ætlar hann að flytja fyrir okkur ljóð. Svo við segjum bara gerið þið svo vel. Það er engin klukka rétt í Laxárvirkjun. Það er ekki með ráðum gert, það er bara þannig. Þær ganga rétt eins og fólk, þangað til þær ganga ekki lengur, eins og fólk sem ýmist deyr eða örkumlast og á í framhaldinu takmarkað erindi í Laxárvirkjun. Eins og einhver eigi raunverulega erindi í Laxárvirkjun. En þær ganga þessar klukkur af gömlum vana eins og fólkið sem gengur hina löngu ganga skref fyrir skref, þar sem hvert skref er alveg eins en þó aldrei það sama. Þarna ganga þær, öruggar í vissunni það að þegar allt tekur enda og stíflurnar bresta og þau skima örvæntingar full eftir tímanum til hughreysingar að einmitt þá verður engin klukka rétt í Laxárvirkjun. Vandvirkni. Þegar frú Sigríður Einarsdóttir frá Mælistiku lá banaleguna var það mál manna að hún tæki sig sérdeilis vel út og ætti ef til vill að leggja það fyrir sig. Frú Sigríður var hóvær að vanda og hvað að liggja fyrir okkur öllum að deyja og að hún hygði ekkert sérstaklega á atvinnumennsku. Auk þess væri ekkert landslið. Með það skildi hún við til þess eins að vakna til lífsins örfáum augnablikum síðar og skilja við á ný. Þótti seinna skiptið heppnast mun betur, enda var frú Sigríður annálaður fullkomnuna sinni í bæði lífi og dauða. Já, það er áhugavert að velta fyrir sér hvert uppáhaldsljóðskáldið manns er. Ég held að það sé bara eiginlega ekki hægt að segja að það sé eitthvað eitt ljóðskáld sem er uppáhaldsljóðskáldið mitt. Ég get hins vegar alveg tvímælalaust sagt að sko innganga mín í þennan heim ljóðanna hafi hafist með Davíð Stefánsinni frá Fagraskógi og svona hefðbundnari kveðskap. Það er Davíð og Einar Ben og Jónas Hallgrímsson, svona þessir alræmdur sem yfirleitt koma við sögu þegar verið að telja upp einhverja svona klassíska höfunda og svo náttúrulega þetta Steinn Steinar er kannski svona brúin yfir í svo nútímalegri kveðskap og fyrst þegar ég fyrir að yrkja sjálfur þá er ég eingöngu að munda mig við það að vera svona frekar hefðbundin, kannski ekki alveg fullkomlega en svona þóttist vera það svona mestuleyti. Þó að það hefði ekki alltaf gengið upp, svo svona eftir á þegar maður að skoða hvað maður var að gera þegar maður var að byrja og ég myndi ekkert eitthvað viðurkenna að ég hefði skrifað allt saman í dag, en ég gerði það samt. Svo fór maður að lesa sko erlenda höfundar líka, eins og menntaskóla árunum og þeir höfðu hellingsáhrif. Ég til dæmis þannig kannski svona Skilt við Davíð og Svartar fjaðrir og svona Drunga og alls konar. Ég fór að lesa svolítið Edgar Allan Poe, ljóð eins og The Raven sem en þann dag í dag finnst mér eitt magnaðasta kvæði sem hefur verið skrifað á öllum tungumálum og svo Oscar Wilde sem orti hellinga ljóðum þó hann sé náttúrulega þekktastur fyrir leikritinn og bara það að vera fyndinn. Já, þannig að sko það er eiginlega ekki þetta að tína til eitthvað eitt skáld. Þetta er bara, held ég, þú veist, við maður sem ljóðskáld er bara eins og manneskja sem samsettur úr ótal mörgum brotum að það er engin leið að kenna einhverjum einum það, held ég. Við verðum að fara að hittast. Við verðum að fara að hittast, sögðum við alltaf.
brostum okkar breiðasta og hlökkuðum raunverulega til. Alveg þangað til að við hittumst næst og strengdum sama heitið. Ég stend mig að því að hugsa þetta núna og hvísla því að þér. Jafnvel þó ég viti að það séu hverfandi líkur á að ég hitti þig í erfidrykkjunni. Það er mjög skemmtilegt þegar maður uppgötar ljóðskáld kannski seinna á ævinni og svona óvænt. Ein mín óvæntasta uppgötun í ljóðheimum var á íslensku prófi þegar ég var í 4. bekk í menntaskólanum á Akureyri og það var svona ljóðagreining á íslensku prófi og ljóðið sem að þar var til greiningar átti að vera ljóð sem við höfum ekki lesið og ég hafði ekki lesið það áður og það var undurfallegt ljóð eftir Guðmund Böðvarsson sem heitir Raddir sem aldrei hljóðuna og ég las það og greindi, ég man nú eitthvað hvað ég sagði í greiningunni í prófinu, það var eitthvað mjög merkilegt en ég man eins og ég heillaði svo mikið af þessu ljóði að bara að ég fór og keypti mér ljóðasafn Guðmundur Böðvarssonar leið og ég var búinn í prófinu og lærði þetta ljóð utanbókar kann það svona nokkurn veginn enn þann dag í dag og það var svona ótrúlega uppgötun og það er svo gaman alveg svo þegar maður uppgötar nýja tónlistamenn þegar maður uppgötar eitthvað skáld sem að talar beint til mann svo maður bara má til að fara og kynna sér allt sem viðkomandi hefur gert það er magnað Raddir sem aldrei hljóðna eftir Guðmund Böðvarsson Svo hljótt þaut mín jörð yfir himinsins nafnlausu vegi að hjarta mitt fann ekki mismunn á nóttu og degi í feiminni þrá sem endalust bíður og bíður. Hann blekkti mig tíminn, ég vissi ekki hvernig hann líður. Svo þaut hann á brott mitt vor yfir heiðar og hlíðar. Með höll mína, tign mín og ríki, ég vissi það síðar, með þið fegurst og besta sem aðeins af afspurn ég þekki og ég átti það allt og ég vissi það ekki. Nú undrast ég það þar sem einn ég í skugganum vaki, að mín æska liðin, horfin og langt mér að baki, á einfaldan hátt eins og auðfarin spölur á vegi. Þó undrast ég mest að ég gekk þar og vissi það eigi. Listaverkir. Það þótti bull og þvaður að ætla að verða listamaður. Það er ekki hægt að verða, bara vera, þannig er það. Sagði fólk sem ekkert vissi en gat huggað sig við missi. Svo þarft að vera þjáður, frekar illa fjáður og aldrei helst alls gáður. Já, og bera þunga byrði, það er inntöku skilyrði, vera óhræddur við mistök en gera þau samt ekki og mála svo mannorð sitt myndarlega flekki. Hafa alltaf af sjálfum sér marga sög að segja og vita lífið það er tilgangslaust ef þú ert ekki að deyja. Svo fátt eitt hér sé nefnt, ef loforðið listamann í þér skal vera efnt. Því þó þeir séu aumingjar sem veigra sér við vinnu og skortir alla sinnu, þá endast óskup fáir þar til lengdar, í því að finna alltaf til svengdar, og á endanum þá er það kannski bara þessi sterki sem meikar þessa fjandans listaverki. Takk Villi fyrir þetta. Já, og takk fyrir okkur. Við þurfum bara að rjúka út núna og undirbúa að loka þáttinn. Og jafnvel skreppum við eitthvað út þar, njóta sumarsins, sem það hættir. Já, alltaf til í það. Meira sumar, meira fjör, meiri músík og meiri ljóð. Nákvæmlega. Aldrei nóg að því. En takk fyrir bíli. Sjáumst næst. Sól hér sortna stígur Voldimar, hverf af himni heiðar stjörnur, geysar eimi við algjörnar, leikur hár hiti við himinn sjálfan. Vatnsném
fæða trölla, hussið í það.